FM 95 Blu hefur hafið göngu sína þennan föstudag. Það er 25. janúar í dag og eins og þið heyri kæru hlustendur þá erum við komnir í loftið. Reyndar ekki fullmanna teimi. Auðun Blöndal er í tökum á atvinnumönnunum okkar út í Suður Afríku. Ríkard, ekki tala svona niðurtíðin og segja við séum ekki með fullmanna teimi þegar þú ert hér. Við erum með fullmanna teimi í dag sko. Já, ég er bara ekki svona venjuleg. Nei, ég meina þú ert svo stóri skrýtni frændi þáttarins. Já, þakkaði fyrir það Steinþór. Þannig að þú ert í teiminu. Ég meina Þakkaði kærlega. þó að Poop sé að skoða ljón í Afríku þá erum við með fullmanna teimi hérna Richard sko. Þakkaði kærlega fyrir og þakka ykkur fyrir strákar. Rikki G, Egill Einarsson og Steinþór Róar. Bóndadagur í dag, það er Þorri strákar. Egill, hvernig ertu? Ég er bara aldrei betri. Þú ert alveg að þorrablót í kvöld. Já, ég er að fara að japla pung í kvöld. Já, málið það. Ég er að fara að japla á pung. Já. Á pung. Já, er ekki pungur í mandina? Ekki fyrsta skipti. Frútspungur, já. Ekki fyrsta skipti. Sko, málið það, þegar það er þorri og fólk er að fara að blóta þorranum þá það er einhvern veginn svona, það kemur nett vor í pungina manni. Það er einhvern veginn stemning í bænum. Allstar, öll bæjarfélög eru með þetta. Ég til dæmis með þetta í Mosbæ morgun. Í afturhaldingu. Kópavogur í kvöld og þetta er rennandi blöyt helgi sko, stór hættuleg. Það er margir haugarnir eftir að vakna á bömmir í fyrramáli. Bara sem ég veit það er Þorrablót Garðabæri í kvöld, það er Þorrablót Kópavógs, það er Herrakvöld Fylkis. Hversu láski að verður yfir höfuðborgarsvæðinu á morgun? Meðalhæðin á höfuðborgarsvæðinu verður 2 cm. Ég vona menn skríði í sófan og haggast ekki á morgun. Ég vona að það sé bara búið að fjölga inn í force. Það getur verið vesinn og löggun í kvöld. Það er verið að afsveina okkur Egil á Þorrablótum. Hefur þú farið áður? Já, sjálfsögðu. Steindi gamaldags villibita. Það er svona 3000. Málega, ég voru að tala við gamla skólan ekki hérna. Ég var farin á fyrstu Þorrablótin mín bara 16 ára í Mosbæ sko. 16 ára, já? Já, málega það. Sko Ég er alin upp í sveit, allavega dreifbíli. Það er bara þannig tíðkast að þetta eru áramótin í Mosbænum. Þegar þú fer bara á Þorrablót, það er góð dagskrá, það eru góðar ræður, góður veislustjóri, það eru atriði, það er allt upp á tíðan og svo náttúrulega kemur ball og þá er svona yfirleitt þannig að meðalaldurinn inn í salnum, hann breytist töluvert þegar böllin byrja eftir, þannig að svona allar helstu fyllibitnar eru löngu búin að klára sig þarna fyrir miðnætti sko. Já, ég skil ekki. Þá fara þær og yngra fólki kemur kannski á balli og í dag því miður gæti ég verið einn af þeim sem fer með fyrirlestinni sko. Já, múst hann old piece of shit. Ég er ekki old piece of shit, ég er 34 ára en ég er að fara í japlapung í kvöld og hérna Já, þú segja og ég fer með Richard og Richard er með pre-party í dag og málið er að Rikki á það til og gerðan ekki nýlega gegnum tíðina að fá sér stundum með það svo mikið og sopna á djaminu. Þannig ég vona að mitt draumakvöld eða ég tillir maður að borða með Richard ég öflum á pung og hérna og það er hægt að segja japlapung. Þú veist þú getur líka bara fengið lamp eða ég vona ég svona spurði hjöpa eða frá hvað er hérna Richard ég hef ekki séð hann heil lengi ég sjá hann síðan liggjand út í horni búin að æla á sig. Það er að ég aldrei ætti ekki fara að ljúfa strax. Það er mitt draumakvöld. Þáttunum var að byrja. Ég bara segja að það er mitt draumakvöld. Já, draumakvöldið. En Rikki, þú ert samt sko draga kútin út, taka sér í sig og hendur hann og draga hann í teppin út. En er úthaldið ekkert að bætast? Ertu ennþá bara þú þefar að tappanum og þú ert bara Nei, málið það, nú er ég búin að vera á þannig mataræði núna, nú er ég búin að vera á keto og ég hef heyrt það að þegar þú ert á svona keto og ert á lítið af kolvetnum og mikið af prótín og fitu þá þarftu minna og ég mátti ekkert við því. Nei, bara alls ekki. Gott er í budduna, Þú gætir sopnað ofan í einhverjum pungi kvöld út í horni og það er að draga þig út. Herru, eins og þið heyrir En ég ætla að lofa þjóðinni ef að Richard endar út í horni einhver staðar þú veist, skýrtan og öll rifin og með allt lóðrið þá mun ég dokumenta það á Instastory. Já, sjálfsögðu. Það er eins og ekki lofa þjóðinni. Það er þín samfélags. Herru, veistu hvað ég ætla að gera Steinþór? Ég ætla að bera svoleið staupin í gilsarni kvöld og ég ætla að vera alltaf með vatn í mínu svo ætla ég að dokumenta þetta sjálfur. Herru, heyri kæri lustendur, við erum með veislu fyrir ykkur í dag. Við ætlum að henda okkur í spurningakeppni. Ég sé það hérna Egill, hvað er konseptið á bóndadaginn? King of Öfgar. King of Öfgar? Já, sko, nálega ég hugsaði bara, nú er allir Íslendingar ykkur átaki
skilur, það er allir að rífa sér eitthvað í gang, það er allir í ykkur og hver er meiri öfgamaður? Er það Steinþór eða Ríkard? Og það er spurningkjönda í dag, er king of öfgar? Já, ég viðurkenni það, ég er öfgamaður. Sama hérna. Já. Þannig að þetta verður spennandi. Þetta er annarkvort jökla hjá mér allavega. Þetta er allavega ekki keppni sem maður vill vinna. Ég heyri það strax. Já. Það er svoleiðis. Hvað ætlar að bjóða upp á meira í dag, Richard? Herðu, ég ætla að henda ég ætla ekki að segja það. Ég er með það er aldrei gott, ef maður ekki vill ekki segja ég ætla að láta að koma óvart. En þú er eitthvað eitt óvænt. Já, en Steinþór, þá að henda þér af því að bóndadagur í kaffihús að Tristan. Já, ég hef búin að sjá það. Málið er það, þetta er að leiðilegasta og erfiðasta sem ég gerist þetta. Það er að ringja sem Tristan á kaffihús. Af því að sérstaklega þú fær ekki að ráða hvað þú segir. Egill semur þetta. Það verður algjör veistlega. Málið er það, ég hef aldrei fengið bara, ringdu á kaffihús og reyndu eins og þú getur eftir þinni bestu getur bara að fá stefnum. Þú myndir skítum leið. Nei, bara fá ég mætti bara segja sem ég vil. Texta. Já, en málið það, þetta er alltaf svo slappu texti. Það bara virkar ekki, ég hef aldrei fengið stefnum. Jú, margóð fengið stefnum. En akkur ekki bara hringja og segja bara einlega bara hæ, ég var í dag og hérna. Þetta skellt á þig þá? Nei, já, heldur það sé betra að vera að tala bara að vera með billibói á sér og fulla vasa eitthvað kókain. Heldur þú getur bara hringt, við erum geggja næs, þú veit bara, við Sigur Ragnarsson rúmfattalagat og fengið date. Sigur Ragnarsson. Það er bara ekki til klikkaðari mann vera á jörðinu. Þið miður virka lífið ekki að þig, Já, akkur eftir Sigurður Halldórsson ekki að fá bara eitthvað date, ykkur staðar. Út af því að þarft að vera en entrepreneur til að fólk vil taka séðan sinna. Þetta er selja balance shake eða eitthvað safa eða eitthvað. Já, en það er ekki bara það sem hann er að selja. Hann svo vera með svona auka hluti sem eru svolítið dealbreakers. Fyrst að skrýta með kvíði fyrir þessar ekki. Þetta er viðbjóður að lendi í þessu. Þetta er algjör viðbjóður. Eins og þið heyrið þá erum við með veislu. Egill, hvað er þorrablótið í okkur í kvöld? Er það ekki kórnum með? Já, og hvað er kórinn? Hliðin á Fat Richard. Já, og hvað er kórinn? Í hvaða bæjarfélag? Já, hann er kóboi. Sinni mér, sinni og síni þeim Hörkuhelgin, ég tók Millu heim Ég er down ef að þú ert game Svo segðu mér Sinni mér, sinni og síni þeim Hörkuhelgin, ég tók Millu heim Ég er down ef að þú ert game Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Þetta var Prins Herra Netusmjör, hann er miklu uppáldi okkur hér á stöðinni og það er fullmannaði bátur eins og Egill kom inn á áðan því að stóri skrýtni frendi þáttarins Rikki G með okkur og hann er partur af teiminu, það er bara svo leiðis. Ég þakka kærlega og það er komið að þeim dagskrárlið sem hefur verið bara frá upphafi alltaf í kynningu nr. 2, það er erlend slúður. Það er komið að erlendu slúðri. Ég sé það í dag. Ég sé það og þú verður nú að viðurkenna, ég er nú búin að skeina mér vel í þessu Já, sko Rikki, ég er bara með væntingar af því að þegar þú stígur inn sem þú gerir nú mjög oft þá ertu oft vel undirbúið með slúðrið þú kemur oft með gott og fest slúður og nú er ég heldur betur, ég byrjaði að undirbúið mig bara í gær fyrir að surfa á E-Online og fleiri síðan E-Online, ok ekki bara að byrja endilega. Herru, við byrjum á Carrie Underwood hver er það, er ekki minn? Hún vann einu svona American Idol frábært Þú ert að fjalla einhverju manneski núna sem vann einu sinni fyrir langa löngu Carrie Underwood er alveg vinsæl söngkona þetta byrjar ekki vel en ég skal að vera jákvæður slúðri hlýtur að vera fest góða fréttir að henni hún og eiginmaður hennar Mike Fisher þau voru að eigna sitt annað barn á mánudaginn síðasta Rikki, þetta er bara viðbjóðslega slúður nú ætla ég bara að vera hreinskilið við þetta er bara ekki gott er ekki fæðing falleg en hvað er tvistið við þetta slúður er ekki tvist var það síjast Þetta eina sem er slúðrið Þau voru bara búin að reyna lengi að eignast barn og það var að gera svona Ég meina, hvað er tvistið? Var barnið með eitthvað rottuandlit eða var þetta síjastýpurar eða var eitthvað skrítið í gangi þetta? Herru, hvað er uppistandi 8 í kvöld til okkur báðum? Nei, ok, leið maður ekki þetta Það eignaðist barn, gæinn labbaði út og byrjaði með J-Lo Kortir setna bara öllum heilsast vel og Guð minn almáttur Ok, sögur slúð Ok, Steindi, manstu eftir verri móla Ég er ekki leðalur, manstu eftir verri móla Ertu að segja mér að gæinn sem hún nefndir Mike eitthvað sem er ekki einu sinni þekktur sem á barniðinni, er hann ekki einu sinni frændi Baldwin-bræðrana eða þekki Bieber, það er ekkert í gangi ok, fyrir bara í næsta móla Þetta er sorgleg byrjun á slúðri Vitið hver Ellen DeGeneres er spjallháttadrottning Hver Ellen? Já, það veit allir hver Ellen Hún var að viðurkenna það núna á dögunum að hún hafi aldrei kunnað að brjóta saman föt en fór núna námskeið á dögunum til þess að læra að brjóta saman Já Rikki Hvað?
Nei, sko málega Er þetta djóka? Þetta hræðilegt. Segðu bara að það er ákveð að hendi gott troll og við höldum áfram með lífið. Hvað er í gangi eiginlega? Ellen kann ekki brjóta saman föt. Hún kunni það ekki, hún fór svo námskeið. Takk fyrir þetta slúður, Richard. Ég hlakka til að hugsa um þetta þegar ég jafnla pungi í kvöld á Þorvalbúðum. Jæja, ok. Býtu, en hvað er næsta? Hvað er bara með, hvað er fætt að lýsandi? Baldwins, Kurt Russell, Snipes, einhverjum, Kölkin. Þú veist, hvað er Nicolas Cage að gera í dag? Þú hefði getað komið með, þú veist, comeback með til dæmis Patrick Schwarzenegger. Við hefum ekkert fjallað hann hvað er lengi. þetta Patrick og svona, þú veist, eitthvað svona áhugaverða móla. En Ellen DeGeneres hefur sagt, hún er aldrei á ævi sinni brotið saman föt. En hún bara, tók hana bara klukkutíma að læra. Nú getur hún brotið saman bara sem er búin að vinna í fatabúi 20 ár. Læsilegt. Hörðu, þá er næst þriðji mólin. Hérna, já. Bandaríski hönnuður sem heitir Michael Costello. Hann sem sagt var að bjóðast til þess að sauma og hanna kjóla á tónlistakonuna Bebe Rexha á þess að rökka fyrir það. Því hún er tilnæmt til Grammy-verðlauna þannig að hún fer í svona fríum kjól. Við veitum ekki hver það er, Rikki. Voru við búin að taka ykkur saman bara hraunni yfir þetta? Nei, við erum alls ekki. Þetta er ekki svona limt. Nei, núna er ég að segja það, Rikki. Við erum búin að taka okkur saman. Ég sverða, við vorum ekki búin að ákvæða að vera eitthvað leiðileg við hérna. Þetta er ömulegt slúður, Rikki. Ok, nú ætlum ég að sína svo smá áhuga. Þessi þriðji móli. Hver áttur var í þessum móla? Bebe Rexha, sem sagt tónlistakona sem er Bebe Rexha. Já, hún er mjög mikið í Já, spilinu. hún var að fá custom-made kjól eins og allir aðrir sem mæta á Já, hún hefur ekki verið að rökka hana fyrir kjólinn sem er frekar Það sérstæð. er aldrei þannig, Rikki. Það er alltaf bara einhverju gæja sem er að vonast eftir að stjörnuna veri í fötunum. Og hver gerði kjólunar? Hann heitir Michael Costello, þetta er svona bandarískur hönnuður sem er Læsilegt. Frábært. Rikki, þú hefur gleymt að googla þetta í gerð. Já, ég verið að ok Rikki er oftar með slæma slúðumóla. Þetta hlýtur á record, eða ekki? Ég er ekki að vera leiðilegur. Já, þetta er bara Ég held að sé búin Hann kom ekki með einn góða móla. Þetta var ekki svona slæmt, ég trúi því bara Og ekki. hvað var frábært við þetta? Ég meina, búin Ellen DeGeneres, það veit allir hver hún er. Já, kann ekki reypa saman þótt sinn. Það tala um að Ellen get ekki brot sem að þvótt. Hvað var fyrsti mólin aftur? Bebe verið í einhverjum kjól. Hvað var fyrsti mólin? Ég man ekki þessu fyrsta mólin. Hvað var fyrsti mólin? Hvað var fyrsti mólin? Við höldum bara fram. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró. Af því að maginn á skilið eitthvað gott. Serrano, fresh, happy, max. Með Leggja appinu þarftu ekki einu svona að pæla í greiðsluvélum og tímanum. Leggja, aldrei aftur sekt. Það er svo lítið mál að mála, sérstaklega þegar það er 25% afsláttur af Gökó málingu í Bíkó. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Black Box Borgatúni. Styrkjum liði og bein. Geosilica Repair, kísilsteinefni og mangan fyrir betri heilsu. geosilica.is. Nú er útsala í hljóðfærahúsinu Síðumúla 20 og tónabúðinni Akureyri. Tónlist er fyrir alla. Hljóðfærahúsið og hljóðfærahúsið.is. Nýtt Kvistnós-tilboð. Stór bátur að eigin vali og halvu lítra af Pepsi á aðeins 1090 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Body Pump Express með Bjarneyju klukkan 17:30. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Tequila koktelar á Sushi Social. Á laugardaginn mun brand ambassador, Patrón Tequila og koktelmeistarar Sushi Social hrista saman klikkaða koktela fram eftir kvöldi. Kíktu við í Juicy Sushi og geggjaða koktela. Sushi Social. Útsalan í Körfi er enn í fullu fjöri. Enn meiri verðlækkun og alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á körfi.is. Körfi, fákafinni 9. Skelltu þér á skauta hjá okkur helgina. Opið föstudag, laugardag og sunnudag. Skautahöllin á Akureyri. Hvað er í matinn? Nings. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Þetta er FM.
Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 25. janúar í dag. Þetta er síðasti þátturinn í janúar. Ég er ennþá jafnum eftir þetta ógæðislega. Mér fannst ekki svona slemt. Ég held að það hef verið eitthvað að reyna að djóka í mér. Alls ekki, bara alls ekki. En við horfum fram á við Ríkard. Já. En slúrið er búið. Við ætlum að fara í hvort myndir freka næst. Og hver er með þetta? Ég ætla að sjá það. Segðu mér og hafið allavega undirbúið það. Ég undirbjó hitt líka Class Clown. 2 Ríkaliðir í röð. Það er stór hættulegt sko. Já, tökum sensi. Herru, ég er svona aðeins að því að það er bóndadagur. Þá innvinkla ég það aðeins inn í hvort myndir frekar. Og það er líka fullt af þorrablótum. Þannig ég er svona kem þorran maður sinni í það líka. Ok, sniður. Og þið reynið að svara bara eftir bestu getu og svarir hreinskilnislega. Það er eina sem ég byggðum. Bara hreinsa hugan algjörlega og fara einlægir í það. Já, ekki taka svarið sem, já, ég held að fólk myndi fíla betur í svarið svona. Nei. Svara eins og þú myndi gera. Bara eins og alltaf. Númer 1. Hvort mynduði frekar gerast kúabóndi þar sem hún mættir eingöngu handmjólka kýrnar eða vinna sem mennsk árekstrar gína? Sko, myndum að lifa lengi ef maður er mennsk árekstrar En ég lofa því að þú lifir alltaf af. Þú meiðist reglulega, en þú lifir. Býtu, til að fá það eins og hreint, ertu að tala þegar þú sest inn í eitthvað svona hálf kláraðan bíl? Nei, og þeir eru dundraði vegg? Já, bara svona 100 km hraða. Ekki 100, bara, þú myndi, nú er ég að gefa ykkur bara lofur. Þið myndi aldrei deyja. Já, ég sé þessi vídeo þegar bíl er bombað á vegg á 200 km hraða og greiði gínan endar í frumöndum. Það er svo alltaf ég vinni við. Nei, ég er ekki að tala þið myndi aldrei slasast þannig þegar þið eru örkomlega Ég hef oft mjólkað belju. Já, en ætlar að vinna, ætlar að make a living við að handmjólka. Veistu hvað það er, hvað það er yndislega vinna? Já, þetta er allt í vélum. Það er bara að setja fram á tölvuna sko, með verki í mjóbakinu og mjöðmum og öxlum. Það er ég bara like a real man í stígvélunum að mjólka. Egill, þú getur ekki gert mun á belju og kind. Ég þekki mun á belju og kind. Sko, málið það að vera með sko, þessa júur fyrir fram að þig, heitir það ekki? Jú. Og ert að mjólka þetta. Ég geti mjólka þig ekki núna. Það var þetta. Þurft enginn að heyra þetta? Nei, ég get mjólkað þig. Kottu hérna yfir núna. Nei, ég er bara góður. Rífið voru ofan, ertu ekki að tala um þá og þurftur að... Nei, ég get mjólka. Er hann ekki með gervörstu það? Það kom ekkert mjólk. Er hann með gervörstu? Herðu, hérna ég það svar. Já, hann er með gervörstu. Ég veit vita hvert það er að fara með þessu. Hann er með gervörstu. Þetta er hræðilegt. Ég er að fara að bjóða þessu manni heimtíminn eftir. Ég get mjólkað það. Ég mjólkað þér ekki það. Nei. Ég get mjólkað hvað sem er. Ertu búin að vera að dæla í raskætt á mig? Já, þá þarftu að vera búin að vera laktósa og þarftu að vera búin að dæla í þig einhverjum styrum eða draslið ekki. Er ekki, og það er mjólkaði? Nei. Jú, herru, ég skal taka þetta upp á Instagrami. Við erum að fara að mjólka þér ekki. Hvernig fer það fram með? Við erum að fara að gera þetta. Þeir eru ofur í mjólkan, þetta er ekki flókið sko. Riki, ég ætla að mjólka þig núna. Herðu, getum við haldið áfram með toppikið? Ef þið farið inn á Instagram-reikninginu, ég heiti Steindi á Instagram. Ég ætla að mjólka, ég ætla að fara að mjólka Rikka núna eftir bara svona 2-3 mínútur. Ég myndi treysta að láta svona 300-500 grömm af mjólk úr þér, ekki? Með bara á svona 5 minútum. Hálfum lítra mjólk. Hálfum lítra mjólk? Það er ekkert vesinn. En ég skil ekki. Ok, við getum gert þetta eftir hérna. Hvort ætlaði að vera? Að bóndana sjálfsögðu. Ok. Og ég meina við erum ekki að fara að keira okkur á vegg hérna. Frábært að vera árekstrar gínari. Þetta er bara skítlétt sko. Ok, þá kemur nummer 2. Hvort myndið þið frekar hætta að stunda samlíf það sem eftir er eða þið hugsuðu mæður ykkar nakta í hvers skipti sem þið stundir samlíf? Nú er komið því að setja í lag held ég. Já, þetta er eitt af þessum ámóti sem maður setur í lag. Ég bjóst við því og ég var að býja eftir þessu. Hvenar er þið þetta brenglað? Það byrjaði svona fyrst svona nokkuð basic. Já, þetta er orðið brenglað, það er klárt. Þannig að ok, ég er að spá ég að nú fá með smá kaffibótla. Ég ætla að leifa Steinþór að byrja með þessa. Ok, ég ætla að velta einu stein í það. Ok, þannig að þú mátt aldrei aftur stunda samlíf. Nei. Eða alltaf þegar þú stunda samlíf þarft að hugsa mömmu. Þá kemur bara mamma í nakin alltaf upp í hausinu þér. Það er náttúrulega bara gengur ekki. Þú getur það ekkert. Jú, ég meina það bara myndi gerast. Orðum að það er 2 frekar slæmi valmöguleikar. Já, ég meina ég held að þessi síðan sem er svo mega menn stunda samlíf Já það myndi ekki gera það er ekki dílbreykar. Þú gefur grænt ljós á gólfstöðuna. Já en ég meina en ég meina hvað ætla að hætta stundu? Ég meina er ekki Ester þokkalega hugulega nakin? Guðminn andlmáttu Það tala um mömma segir hún er að hlusta sko. Þetta gengur ekki sko. Nú fæ ég SMS
Og það kemur stættur gamla konan. Það heitir það í símanum, gamla konan. Bíp, bíp. Hvað var Ríkar að segja? Hverju varst að planta hérna? Nú, ég pottit eftir óvart að hugsa Ester sjálfur. Já, þau ekki tala Ester að með það. Herru, ok. Hvernig var maður að svara þess? Nei, Egill, nú er ég ekkert að djókir. Ég er að hugsa mömmuðina allsbyrra akkurat núna. Já, frábært, takk Rikki fyrir það. plantaði því bara. Já. Ég ætla ekki að staldra við það. Það er ekki mér að kenna. Nei, ég er að hætta því bara núna. Ekki mér að kenna Rikki Fárveikur, sko. Leið hann sagði þetta. Ég er þetta. verktaka trúður þetta, hvað ég að gera? Nei, menn að leið hann sagði þetta og bara datta inn. Það bara gerist óvart. Hvað ætlaði að velja? Ég ætla að velja fyrri spurninguna. Við hættum að senda samlífur ekki. Já, ég munka mig upp. Já, ok. Þá erum þriðja og síðasta að því að nú Þorrin, hvort myndi frekar japla á hrútspungi daglega eða japla á mennskum eitt kvöld? Þetta er ekkert hægt, Rikki, að láta þig stjórna svona dagskóli. Þú ert ekki qualified í að stjórna þessu dagskóli. Þetta verður alltaf strax svo brengla. Því miður ert ekki qualified, Rikki, ég er sammála snið. Þetta verður svo weird hjá þig strax í annarri spurningu. Ég var yfirmaður hérna, myndi reka þig núna. Ég var ekki verktaka trúður. Hann þurfti að reka sjálfan sig. Ég geti bara ekki rekið neitt, ég geti bara verktaka aumingi hérna. Sko, málið er að getur þú sagt þetta einu svo er ekki? Japla pung eða japla á mennskum pung. Það er basically spurninginars. Hvort myndir þú japla á hrútspungi daglega? Ja, daglega, já. Eða japla á mennskum pung? Ok, ein spurning. Nú er ég ekki mikið verið í pungunum, sko. Hvernig er hrútspungur á bragðið? Ég var einmitt að fara að spyrja þessu. Ekki góður. Sko, nei, en ég hef bara heyrt að ég hef heyrt fólk kasta upp. Ekki þú segja, ekki góður. Ekki smakka þetta. Ég get lofa að leika með svona. Nei, ég bara segja ekki, þú ekki smakka þetta. Málega það. Ég get lofa eitthvað því að nú það eru margir hérna gamla skólanum sem eru eflaust að hlusta líka. Bara hérna eru í umferðinni. Sem er japla pung alla dagar. Sem eru, þeim hlakka til að fara á Þorrablótamorgun til þess að fá pungin. En var þetta ekki verið vel þreytt á 5. degi? Þeir eru að hlæja okkur núna. Því ég er að bjóða bara eitt kvöld bara á... Ekki, málega sko, ef þetta er málega, ég er okkur með svo hrútspungur séð fyrir eitthvað hollur. Þannig að sko, ef þetta er gott á bragðið, þá er þetta alltaf bara sjálfsögðu velur hrútspungin og hefur þetta bara sem meðlæti okkar en degi, það er ekkert þessan. Ég held þetta sé ekkert alls. En ef þetta er viðbjóður, þá myndi ég frekar japla á mennskum pung. Það er að segja, fyrsta lagi þarf ég ákveða hver það er. Já, það verður nú að fylgja sögunni hver það er ekki. Já, ég er ekki verið að jafnloka á punkt sem er. Við þurfum ekki að ræða þetta neitt. Gæti dýtlega verið þannig, þú myndir setja hálfan mennskan punkt upp í þig. Nei. Í svona 8 sekundur. Nei. Og má ég velja hvaða gæðið er? Já. Þú veist, ég er ekki bara jafnloka á punktum og Svavari Knút, sko. Það er bara, sko. Nei, það getur verið Matthew McConaughey, það veist til dæmis. Af hverju ert að spá í hver eigi pungin? Má ég ræða bara ef ég þarf að velja þennan valmöguleika? Ég ætla að velja hrútspungin að sjálfsögðu. Ei, þú gerða líka, verð ekki að þessu. Ég þarf að, hvernig er þetta bragðið? Ertu í alvörun að hugsa þetta? Ef að hrútspungun er viðbjóður, þá vel ég mennskapung. Ég þeir að hlusta á FM 95 blöð á FM 957 og það er komið að því að henda Steinþóri í dagskólið sem hann kannast vel við. Það er kaffihúsar Tristan. Það sem ég finnst vera óþægilegt í þessu er að stundum höfum við nátt farin í klefa fyrir par dags og taka upp símtalið. Nú er þetta live. Þannig að getur einhvern veginn allt gest og það hræði mig. Egill, hvað ætlar að láta manni segja? Ég er með nokkra púnta. Sko, sem ég langar hann vinna með. Já, Egill, gerðu það fyrir mig. Vertu núna með bara nokkra eðlilega púnta sem gætu í alvörunni hjálpa mér. Mitt verkefni er að reddaði deiti. En það ekki sem við gerum eins og þetta. Ég reddaði deiti. Þannig að, sko, verður að vinna svolítið með steik, rautt og japp. Það er bóndadagurinn og þú ert hérna. Þetta er strax stökt, ég heyri það bara. Akkur? Af því, þú getur alveg unni með að bjóða einhverjum, þú veist, ok, hérna, má ég bjóða þér í kvöld í steik og rautt. Ekkert mál. En jappliði vesenni, þú heyri það alveg, það er fráhrindandi, sko. Auðvitað. Það er bóndadagur og segðu þess að brókar hjá vinni á Kviku. Og skilur, þú ert í high paying job, það verður að koma fram. Og þú ert líka, málega, þú ert ekki letuhaugur, hann svolítið balansegum helgar. Og þú ert Nóa Jæjó og þú ert með Billy. Hann er komin á þig, Billyin, þú hringir. Hvað mennur, er ég með hann á mig þegar ég hringi? Er hann búin að setja hann á sig? Hvað er þetta að tala um? Já, það er klart, það er upp á 10. Þannig að Ríkar, hringdu á kaffihús og ef þú farið ekki date með þessa púnta Steindi, þá farið aldrei date, sko. Þú klár bestu púntar sem þú fengir. Ég fæ náttúrulega bara 100% ekki date. Svarta kaffi, er það ekki eitthvað? Tilbúin Steinþór. Svarta kaffi, góðan dag. Hver er það með leyfi? Góðan daginn. Hver er það með leyfi? Stangveitran. Halló. Já, svarta kaffi. Já, hver er það með leyfi? Stangveitran.
Er Skakko við? Hæ? Býtu, þetta færum aðeins, býtu. Hvað segir þú? Þeir ekki að heyra þetta svolítið hávaði? Já, rosalegur hávaði. Er þetta Skakko það? Já, þetta er Skakko, já. Já, Skakko. Skakko, já. Já. Ég kom þarna fyrir í dag. Já. Og fekk mér uppáhelling. Já, kaffinu. Og mér leist vel á hvað ég sá, Skakko. Ég er brókar hjá Kviku, Skakko. Hvað sér þú? Ég er brókar hjá Kviku og sel ballanshake helgar. Hvað sér þú þetta? Skakko, ég á nóg af Jeyjó. Já, hvað minna með þessu? Nú er ég að skilja ekki hvað þú meina, hvað það var? Skakko, Já. Ég sel ballanshake helgar. Já. Og er brókar hjá Kviku. Já. Nú er bóndadagur í dag. Já. Og það sem ég ætlaði að athuga hvort að ég ætla að taka sénsinn í dag. Já. Ég ætla að taka góðan séns og spyrja þig. Já. Værðu til í steik og rautt og japl og eftir? Rautt. Til í steik og rautt og japl í kvöld? Nei takk. Jakko. Já. Skakko. Já. Taktu sénsinn með mér. Nei. Ég er að vinna á fulluganni við. Skakko. Já. Ég brókar hjá Kviku. Ég með marga kúlur mánuði og ég sel ballanshake Já. og ég á nóg af Jeyjó. Já. Og akkur núna er ég með Billy Boy á mér. Já. Essin kominn á mig. Leið mér að sækja þig og hendur Nei takk. Gerðu það, ég á nóg af Jeyjó. Nei takk. Skakko. Nei takk, Tökum stökt. Nei takk. Tökum steik og raut og japl í kvöld. Þessi mig, nei takk. Skakko, mér leist vel á þig. Skakko. Hvað var að? Helviti var hann. Hvað var að gerast? Frekar óþólum á þetta. Hann hafði enga tíma í þetta. Hann setti sokk í þig. Já, ég sko. Þú hefði mátt vera með smá gaggrinni. Þú mátt vera meira sexy. Setta sokk í mig. Þú lest mig bara að fá línu sem ganga bara ekki upp. Ekki mannlegu samfélag. Gaf ekki upp, þú ert brókar hjá Kviku. Já. Sem er, þú veist, þessi þýðir þú $8. Já, hvað með, og ballanshake helgar þetta er bara ekki tíu. Sem þýðir þú með sidekick og þú ert að vinna helgar, þú ert ekki í töluleik. Ég þetta deyr bara strax með Billy og Jeyjó. Það er dealbreaker sko. Hvað er dealbreaker? Hvað, ringja á kaffi og svo byrðum japl og segist þegar Jeyjó, þetta gengur bara ekki. Það er bóndadagur, það ekki? Já, og hvað? Herru, ég ætla bara beint í lag, hann skilur. Stattu við áramóta heitið, hugsaðu heilsuna og ríðu þið í gang. XO, Smáralind og Hringbraut. Ekki líklega besti hotli skyndibitin á Íslandi, heldur örugglega sá allra besti. Vertu töff. XO. Gjöpkó innimáling er umhverfisvæn gæðamáling og er núna á 25% afslætti í Bíkó. Tequila koktelar á Sushi Social. Á laugardaginn mun brand ambassador, Patrón Tequila og koktelmeistarar Sushi Social hrista saman klikkaða koktela fram eftir kvöldi. Kíktu við í Juicy Sushi og geggjaða koktela. Sushi Social. Nú stefnir hann í 5,2 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Nú er enn meiri verðlækkun á einni stærstu útsölu landsins. Komdu og gerðu góð kaup. Kringlan af öllu hjarta. Bóndinn hennar, bóndinn hans, bændur okkar allra. Í vöruleit og já.is eru alls konar gjafir fyrir alls konar bændur. Já er svarið. Sígild sæla á KFC. Veislan heldur áfram í janúar og þú færð 10 original kjúklingaleggi á aðeins 2.490 krónur. KFC. Í fyrsta þætti í glænýrri þáttaröð af land allt heimsækir Kristján Már Unnarsson Árneshrepp á Ströndum. Það lokaður vegur hérna sem er hvergi annar staðar. Þessi fallega sveit á í hættu að fara í eyði. Það væri bara ægilegt áfall fyrir Ísland. Land allt. Fyrsti þáttur mánudaginn 4. febrúar á Stöð 2. Tryður áskrift á stöð2.is. Komdu á Karnival. Glæsilegir nýjir bílar, geggjuð tilboð og dundrandi fjör. Komdu og reynsluaktu draumabílnum. Brimborg. Ef þú lokar augunum núna, sérðu ekki örugglega litin á stofuveggjunum á æsku heimilinu þínu. Vissi það. Komdu og við hjálpum þér að finna. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Kynnt upp í deginu með Chipotle Doritos Burrito á Taco Bell.
Heit mjúk hveiti tortilla með kjúklingi, hrísgrjónum, cheddarost, tómötum, baconi, svörtu Doritos og chipotle sósu. Taco Bell. Nú útsala í hljóðfærahúsinu Síðumúla 20 og tónabúðinni Akureyri. Tónlist fyrir alla. Hljóðfærahúsið og hljóðfærahúsið.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Þurfum við ekki að hittast oftar? Þú fær meiri afslátt eftir því sem þú tankar oftar hjá Orkunni. 7, 9 eða 11 krónur á lítranum í hvert skipti á öllum stöðvum Orkunnar. Orkan. Enn meiri lækkun á FNF útsölunni. Alltaf 70% afsláttur. FNF. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. 957. Það held ég að þeirra hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 í dag eins og flestir vita og ætla föstu dag þá var FM 95 Blöð í gangi og við erum í dundrandi gýr strákandir og ætlum að velja ykkur með góðri hlustun Málega, Riki, nú ég að fá það að dælast inn skilabóð á Instagram reikningi minn af hverju ekki komið inn vídeo af Agli að mjólka Richard. Ég mjólkaði hann á hann. Ég veit það og ég tók það upp. Ég mjólkaði Rika. Já og það var Riki var ekki Riki vildi ekki fá það. Þú varst ekki ánægð með niðurstöðu. En málega Riki sagði Steindi settur í Instagram þetta var inn í svona 45 sekundur. Já. Og Rika sagði takt þetta út ég tek andlitið öður út. Já. Og Rika hlýtur að stjórna því hann vill ekki að það mjólka sig sko. Að sjálfsögðu. En ég mjólkaði. En kom ykkur droppar það? Ég þar samt sko málega þið hafði aldrei mjólkað það tekur smá tíma. Nei, það er bara hárrétt hjá, við höfum aldrei mjólkað. Þú grípar ekki strax Steinþór, af hverju bara tekur þú þetta ekki á þig? Þú ert miklu fyndnar en ég og með stærri brjóst og er miklu fyndnar við þig. Ég er bara hel feskur, næsti liðutakk. Já, nákvæmlega. Hvað er að fara að gera? Herru, við erum að fara í brjóst. Já, ok, það er bara Er það? Hann sagði það, ég er nú ekki Riki sagði að þú væri með stærri brjóst en hann. Ég er nú ekki brjóst. Ég er ekki verið að dæma það. Einu sem veit að Riki er svona þessi frábælega í ræktina. Hann átti frábæra mælingudag og hann er inspiration to us all. Ég ætla að henda ykkur í keppni. Sturlaðar nema í einni þessum sturluðu staðrendum er bullshit. Það konceptið verið miljónsinnum áður, Richard, sko. Já, það með þið ætlaði að þið þurfa að giska á Ein af þessar horsemanure. Já, þið þurfa að giska hver er það. Eru þið tilbúinir? Fólk út í bíl. Ég sé að það er tróðfullt inn á Suðurlandsbrautinni. Fólk getur að sjálfsögðu tekið þátt í þessum leik í bílnum. Það væri gaman að fólk myndi flauta eða gefa okkur fuglin eða skrúa niður og þú veist eitthvað svona, vera með almenn leiðindi á Suðurlandsbrautinni. Af hverju erum við ekki með eitthvað velun í þessum dagsfóli? Hver er búin að vinna þetta oftast? Hver er betri í þessu? Þú eða? Ég er frábær í þessu. Já, ég myndi segja nú svona overall væri nú bara jafntefli hjá okkur félunum. Getur við rétt hjá Steinþóri. Herru, nummer 1. Fólk sem býr í köldum löndum eins og til dæmis á Íslandi verður oftar veikar en fólk sem býr í heitum löndum. Hins vegar algengum misskilningur, það er ekki vegna kuldans, heldur vegna sýkla og baktería sem hreiðra sig innandira hjá fólki á veturna. En maður verður oft veikur þegar maður er erlendis í heitulandi með loftastinguna á. Já. Og Er það ekki bara sjokkið? Ég veit það ekki. Bara slögt á loftastinguna og þetta var svo. Það er náttúrulega bara gömul, það er gamli skólinn náttúrulega vill meina að maður er alltaf að slökka á loftastinguna kvöldinu maður að ferðast. Ég er endur alltaf verið með hana bara í legstá, ég aldrei voru veikur. Ég sko Þú ert líka a machine, Richard. Rétt hjá þér. Ég myndi halda, strákar, að þetta geti bara, þetta væri líklegast bara hrossaskítur. Ég meina, af hverju ætti að vera fleiri sýklar? Ég meina, kannski ein og ein kóngulós læðist inn að þinni kallt, en það er ekki einhver influensa í hotnónum, sko, bara því að hún er að flýja inn. Þið megi velta þessum steinum fyrir mig nummer 2. Á maður ekki svara strax, ja? Nei. Það er giska, þetta er búið. Ég skilji. Tom Hanks átti upprunalega ekki að leika Forrest Gump. John Travolta var upprunalega boðið hlutverkið en hann hafnaði hlutverkinu og segir þetta séu eina hans stærstu mistökum á ferlinum. Nei, John Travolta er skít í þessu hlutverki, sko. Ég er nú ekki viss, sko. Minna, hann er alltaf geggjaður. Já, ég sér það fyrir þér hann að hlaupandi eins og trúð. Tom Hanks hljópandi kringum landið og sérðu hérna John Travolta, var ekki John Travolta? Jú, sérðu hann fyrir þér hlaupandi alls geggjaðan
Nei, ég meina, hann hefði væntanlega verið Það er skrítið. Hann hefði væntanlega verið með svipa klippingu og verið í svipu bara standi og allt þetta Hann var geggjaður í face-off, hann á ekki að vera Forrest Gump, því miður. Ok, þið getur velt þessum steinum. En ég, já Númer 3 Anatyrei-fóbía er hræðsla við að önd sé sífellt að fylgjast með þér. Sko, mér minnir að þessi hafi einhvern tíma komið áður. Er einhver með þessa fóbíu, var hann úti? Það er góð spurning. Ég gæti að vera að búta til. Stendi, er öndjarninn að fylgjast með mér það? Það er bara að þú skítrættur um það. Þú bara á nálum. Er eitthvað nálum að önd sé að fylgjast með þér? Er eitthvað öndjarninn að fylgjast með mér það? Ekki núna, nei. En það getur verið stakkur. Já, það vera bara alltaf á nálum. En basically að þú fer inn í bíliðinn, þá kíkir í baksýnispeilin og að þú hrættur að maður sé önd aftur í. Mögulega. Ok, þetta hljómar eins og horsemanure en þetta er samt líklega rétt sko. Næsta spurning. Lagið All I Want For Christmas Is You með Mariah Carey færir henni 60 milljónir í vasan í hverjum desembermánuði og hefur gert síðustu 25 ár. Pældi því að vera með örugar 60 kúlur í einu mánuði. Er það samanlega styrgjöld frá Spotify, YouTube og útvarp og þetta er bara 60 kúlur? Bara fyrir royalty. Þetta er eitthvað sem baggalúsmenn getur kannski lært aðeins af. Það þyrstur að gera halda alltaf tónleika. Pældi, þetta er basically, hún gæti bara lifað á þessum launum hún er þá í rauninni með 5,5 milljónur á mánuði. Hún get ekki lifað á þeim sko. Nei, ég bara segja hún er með high consumption lifestyle. Já, en pældi hún bara að leigja hús á svona $50,000 á lágmark á mánuði. Hún er með allavega það er umbóðsmaðurinn hennar. Ég bara segja málega, lífstílinn hækkar, Ríkard, komur þetta alveg vel. Sko þú getur lifað á 5,5 á mánuði, ekkert vesinn. Ekki hún því miður. Getur ekki lifað að dag á því. En hún fær 60 kúlur og búin að fá það stanslust í 25 ár. Spila þú þetta lag? Er þú að gefa eitthvað þessu 60 miljón? Þetta er mikið spila hjá okkur. Það er svoleiðis? Hvað spila þetta? YouTube eða Spotify eða hvað? Já, bara á FM. Hér á FM? Það er svoleiðis? Fær hún dollar af því eða? Já, sjálfsög. Þetta er rosalega. Herðu, þá fyrir við í næstu. Það er hægt að neita ríkisborgararétt í Sviss fyrir að vera of pirrandi. Þetta geggjur regla. Já, þetta grínast, þetta þyrftu við að taka upp. Þannig að þú er bara fáránlega leiðilegu gæði. Þú er pirrandi náungi og basically, þú mátt ekki vera svisslendingur. Þetta hendur landið það? Já, fær ekki ríkisborgararéttin. Bara ef þú er leiðilegur. You're too annoying. Og pirrandi. Drullaður út. En hvernig er það? Menn að segjum oss þetta sækjum ríkisborgararétt í Svisslandi. Í Svisslandi, já. Og þú mætir og fær væntanlega ákveðt fund og það er bara tekið eitthvað test á þér hvort þú sért pirrandi eða ekki. Já, ef þú ert að ganga mikið eftir ríkisborgararéttin og ert bara almennt pirrandi og getur bara gæðin sem er að segja herru, þú ert bara fucking pirrandi, þú fær ekki ríkisborgararétt. Þetta hljómar náttúrulega eins og rosalega hrossaskyggla. Þetta hljómar svo hestasögur sko, en ég myndi styðja þetta. Já, sammála. Herru, þá er það næsta. Charlie Sheen átti upprunalega 1997 að leika Jack Dawson í Titanic en hafnaði hlutverkinu. Leonardo DiCaprio var kostur nummer 2. Charlie Sheen að fara í vælumyndina Titanic. Já, sko Þetta er eitthvað mestu hestasögur sem æfinni er. Getið kvittað undan þessum hestasögurinn strax eða? Má ég setja mitt vót á hestasögurinn leið? Að Charlie Sheen fyllibittan hafa alltaf að vera í Titanic. Það var kannski ekki í svona slæmum stað 95 þegar það var að byrja að taka upp myndina. Þegar hann er upp á þilfærinu hann að lifta hendunum á hann út. I'm flying Átti Charlie Sheen að vera því? Hann væri náttúrulega búin að hella svo miklu brennivinn í sig þetta. Þetta er eitthvað mesta Hann væri á öllu fíknefnum sem til að vera í heiminum í þessari senu. Bara hörðu, ég var að fá fyllibittur af Charlie Sheen. Hann var kannski ekkert orðin fyllibitta 95. Ég set mitt vót á þetta. Horsemanure. Ok, þetta er ekki búið, það eru 2 eftir. Ef vinskapur dugar í meirinn 7 ár þá dugir hann að eilífu að mati sérfræðinga. Þetta með þetta kjartaði svo æfinn heyrt sko. Já, þetta Vini í grunnskóla sem ég ekki heyrti í 15 ár sko, sem verður vinnur í svona 12-14. En þetta er að mati sérfræðinga, það er ekki nefndilega að sanna. Frábæri sérfræðing. Herðu, og síðasta, heimsmet í armbeigjum samkvæmt skráamælingu eru 10.500 armbeigjur án þess að stoppa. Meti var sett árið 1980 og stendur enn þann dag í dag. Þetta hlýtur að vera armbeigjur á hnjánum sko. Ekki hugmynd.
Já, mitt vót fyrir á Charlie Sheen á að leika í Titanic. Ég veit ekki hvað Steinþór að tala að velja. Málega er að sko, mér fannst Rikki gefa sig þetta. Þú varst að gafst það upp, Rikki. Þetta væri glada. Hvað var á undan því? Málega það, ég var með rittstíplu og ég kom með eitthvað hræðilegt. Þetta er sjálfsögur Charlie Sheen, fyllibittan átti ekki að leika í Titanic. Það er bara segja þessi beinsi sjálf, sko. Veistla í magan og gleði í sálina. Serrano, Fresh, Happy, Max. Útsölu lok, alltaf 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða og Eirberg Kringlunni. Biljartbarinn, fyrir vinkonurnar. Biljartbarinn, Faxafinni 12. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Það er botlaus brönds, allar helgar, skilið. Allt sem þú getur í þig látið, skilið. Og DTB Ruff og Tetris haldi uppi stemmingu. Public House, Gastropub, Laugavegi. Þú átt að skuldlaust skilið. Komdu á Karnival. Glæsilegir nýjir bílar, geggjuð tilboð og dundrandi fjör. Komdu og reynsluaktu draumabílnum. Brimborg. The Irishman Pub er nýji staðurinn þinn. The Irishman Pub á Klapparstíg. Þú fær betra verð á myndavélum hjá Reykjavík Photo. reykjavíkphoto.is, Reykjavík Photo, Laugavegi 51. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. Kraft Burger Kitchen. Alvöru hambúrgarar, alvöru gæði. Kraft Burger Kitchen, Nýbílavegi. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Það held ég þeir að hlusta á FM 957 hér á FM. Hvernig varst þessi? Þetta var þín besta hingað, það ekki? Svakalega opn. Ég set svolítið power í hér á FM. Ég tók þessa upp og ætla að eiga þessa. Þessi geggjuð. Herru, það er komið að ykkur sem að ég kvíði yfirleitt fyrir og Steinþór, ég held að þú sett sammála mér. Spurningakeppni Gilsarans. Hárrétt, það er ekki. Ég er á nálum yfir þessu og í dag er það... Já, í dag er það... King of Öfgar. Áttu blað og penna, veit ég. Nei, já, það ekki. Akkur opnar ekki bara vördskjali? Það er heimskur maður, þegar blöður hérna, alltaf með blað og penna fyrir böðingin, sko. Akkur er bara, er fólk með 12 fyrir fram að ég veit að skrifa það niður, ok. Og sjá, það er að skrifa þetta hérna. Það er ekki bara meðvart að græða þetta, vill ekki fá hana trailer eða? Jú, takk. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Myndi drepa þið bara kláran einu sinni? Egil, þetta eru, við höfum bara ekki allan tíman í heiminum. Okay. Hann var að öskra Ask the question muscular man í trefnum. Já, ég er að spyrja ég er muscular man. Heyrið síðan þessa síru hérna í lokin. Hérna, þetta hérna. Þú veist, hvað er þetta? Það er bara geggja lag. Láta þetta aðeins rúla. Hvaða lag enda ég á? Það er þessari síru. Ég held ég sé eitthvað annar lag sem kemur eftir þessu líka. Nei, trainerinn búið núna. Geggja trailer. Loksins. Það er spurning King of Öfgar. Hver er meira öfgamaður, Steinþór Fróar eða Ríkharð? Eru keppendur tilbúnir? Rétt. Já, við erum klárir. Hefur þú farið í öfgamikið líkamsræktar átak og leyft þjóðinni að fylgjast með þér? Það er rétt. Já. Það er punktur á Richard. Það er punktur á mig líka. Hvernig varst þú í svona þjóðar átaki, Steinþór? Sko Byrja að lega Steinþór. Það er hægt að röksta þetta sem þjóðar. Ekki kalla hann lega Steinþór. Ég er að fara að röksta þetta. Ég misti 10 kíló fyrir undir trénu. Under the tree. Og þjóðin fór hann í bíó. Já, þú hólkaði liðið í bíó, sko. Þannig að þú hólkaði liðið í bíó. Þannig að við ættum að... Þú aldrei gert að það verið felt up as shit. Þú varst að náður og fórst í átakið, sko. Við ættum, ég var feitur í myndinni. Ég var að sína, þú kattari niður, þú hólkaði liðið í bíó.
það er inspiration to us all, Stóni. Þetta er punktur. Ég fæ punkt þarna, yes! Ég meina, ok, Riki, ég verði ekki verið punkt. Já, ég meina, þú ræður þessu. Að skafa sér niður. Langarkost er ekki að vinna þetta. Ég tók 10 kíló á mánuði. Þú tókst Ísland í dag átakið og reyndar tapar á móti Sveppa í Spettlöpi sem var reyndar niðurlæðing, sko, en reyndar fór ég á Ibufen-kúrin sem ég mæli ekki með. Ég borðaði bara hádegismat og svo borðaði ég Ibufen-töflur. Já, bara vatn, Ibufen og já, og reyndar sopna bara kl. 7 áður en hausverkunum kemi. Það er alvöru veiki, ég á nú ekki svo. Akkur ég bara markasetja hennar kúr? Ég bara mæli ekki með þessum kúr. Ég fljótur að hafa þetta tilbaka. Ég á nú ekki að segja mikið, ég notaði svefntöflur í mín átaki. Það er þetta rosalegt. Þú notaði svefntöflur? Náðu ekki að sopna? Nei, ég á ekki að sopna, ég var svo svangur. Já, þá held ég að síðan bara. Þá ertu líka að svelta þig. Nú ertu að gera þetta, nú er þetta að sopna án svona töflur núna. Ekkert mál að sopna núna. Já, ég segi það, þú veist alltaf miklu öfgun síðast, Ríkard. Ég er hrifinn að hvernig að gera í dag. Segir og setur á þig rakspýra með hann? Já, ég er bara með snirtibutuna hérna. Já, þú er búin að vera úðaður rakspýra núna bara svona tíma. Já, ég bara, þú veist, ég leikum með þetta. Gilsarinn ilmar alltaf vel. Alls konar hérna, alls konar vörur. Viltu rakkrema? Ég er alveg til í það, já. Ég er alltaf þurri í framann. Hefur þú tekið marathons hristingsdag? Ha? Hvað er marathon hristingsdagur? Það er rosalegu dagur sem við erum að tala um hann, sko. Ha? Ég hef bara aldrei heyrt þetta orð. Þetta er bara nýtt orð. Þetta er nýtt orð. Þannig basically að segja að þú vaknar fyrir hristing, hátíðinu hristingur, setnipass hristingur og kvöld hristingur. Steinþór útskýrt þetta bara frekar vel, finnst mér. Herru, ég ætla að fá mér smá nokko einna. Steinþór, vilt þú byrja? Nei, ég byrja. Þú átt að svara núna fyrstur. Nei. Sko, þetta er ekkert til að skamma sín fyrir, sko. Þetta er bara, þú veist, eðlilegt held ég. Margir hafa gert þetta. Ég hef bara ekki gert þetta, Riki, ég hef ekki gert þetta, sko. Ég hef ekki farið í marathons. Það er gott að vera hreinskilin því að já, ég veit það. Ekki þú varst 18 ára lausu bara eitthvað heima yfir einn og ekki gera neitt. Nei, ég veit ekki. Líka hann er að gamer, sko. Þetta er líðilegt að lígi sig á æfinni eins og gamer að gera, það spila tölvuleiki og hrista sér, Akkur tengir það við gamer? Akkur segir það? Það er þetta rosalega yfirlýsing. Hvers konar gamer heldur að ég sé? Ég er bara fjölskyldumæður sem fyrir PlayStation og kvöldin svona því ég hef tíma, sko. Þú gæti að vera að rugglast af mér og bara Sverri Bergman sem er í Njarðvík, sko. Ok, þetta er besta lína sem ég er. Sko, já, jú, kannski að maður ungur, ég veit ekki. Ég hef öruglega gert því ég var 18 ára, jú. 2-2. 18, þú gerði það svona í fyrra dag, ekki? Ég hafi tekið marathons hristingsdag. Hefur bláðið sér út eins og loftbelgur á einu mánuði? Já. Punktur á Richard. Við tókst einu svona þingjast 7 kíló á einu mánuði. Það er ekki frekar óeðlilegt. Jú, ég sé það frábært. Ég bara er í mjög svipum. Það var bara hægt, þannig að vel gert. Já, ég er í mjög svipum pakka, sko. Ég er með þess að lendi í tvisar. Ég lendi náttúrulega eftir að ég tók þetta með fyrir tríð. Þá lendi ég fekk þetta strax tilbaka mánuð eftir. Eftir Ibufen-kúr? Já, þetta var bara svona skyndi. En síðan, ég lendi náttúrulega í því, ég hef nú sagt frá þessu áður þegar ég var út á Búlgaríu 2006 og ég keypti mér, ég ætlaði að fara í ræktina og ég keypti mér American Weight Gainer 40.000 gott maður. Og það var alvöru, málið það, ég var alltaf, það má ekki gleyma því, ég var alltaf grannu gæi, ég var bara mjög grannur og fitt og fótboltastrákur. Keypti mér hann American Weight Gainer því ég ætlaði að fara að byggja mig upp, ég ætlaði að fara að fá smá massa og smá kjöt á mig. American Weight Gainer. Svo kem ég heim með American Weight Gainer 40.000 undir hendinni, stoltur, byrja að fá mér svona shake-a. Ég fekk mér yfirlega 3-4 svona dag svona shake úr þessu. En ég náttúrulega fór ekkert í ræktina og ég átt bara líka hádegismat og kvöldmat og allt þannig. Ég var á einu mánuð, það held ég að bara fitna mig 10 kíló, ég losna aldrei við. Það var svona byrjun á mínu svona mínu bumbu. Helstu verðir bara hel massaður að taka duft og fara ekki inn með. Ég byrjaði á því að taka eitthvað svona smá armbegur með þessu og eitthvað, var alltaf á leiðinu ræktina. Svo var það alltaf gott, sko, það var svona chocolate dæmi eitthvað. Og ég var alltaf, ég fekk mér á mótnan eftir morgumatinn og í hádeginu eftir hádegismatinn og svona. Þannig að ég var basically bara alltaf étandi ykkur 8 máltíðir á dag, sko. Og þú eru ekki náðu að það ennþá. Nei, ég tók hann einhver hátti 10 kíló á mig bara mánuði og þau svona, það var svona byrjunin á vesuninu mínu, sko. En sko, staðan er 3-2. Nei, 3-3 ekki. Fekk ekki punkt hana. Það er allir með punkt. Þú veist fyrir loftbelgin. Já, stendur, þú veist auðvitað fyrir veitgerinn. Heimskur, það er ekkert eðlilega heimskur maður. Hefur ákveðið að sleppa áfengi alveg
í einu mánuði eins og til dæmis janúarblöð sem hann hefur reyndar aldrei staði við. Hann hefur alltaf drukkið í janúar sko. Já, en hann hefur markasett þetta átaksitt, janúarblöð, ekkert áfengi í janúar sem mér finnst öfga mikið, mér finnst frekar bara getur fengið rauðu með steikinni og hætta alveg. Já, ég hef gert það. Þú ert öfgamaður Ríkard og þú fær punkt, það er 4-3. Steinþór hefur tekið þurr. Þetta er líka svo asnalegu mánuður að velja þetta. Já, þetta er janúar, þetta er bara jan, feb, mars. Ég tók einu svona mars, afmælismánuður minn. Þú veist, mér finnst að maður eigi að taka einmitt kannski bara svona edru mass og þessi áramótaheit og allt þetta, maður á að ákveða það bara fyrsta seft. Þú ert ekki til einu standi til að gera ykkur áramótaheitan í loki des og taka edru mánuði í jan. En hefur einhvern tíma tekið þurr, Steinþór? Rosaleg fyllibita Gamli Sko, ég er ekki rosaleg fyllibita stráka, það er ekki þannig. Hvað elskar að fá þig? Og ég man ekki eins og hvernig ég fór seinast bara niður í miðbæi Reykjavík. Nei, það var ekki gær. Við fórum saman reyndar eftir herrakvöldu daginn. Já, veist það er enginn sem flaskar svo oftar upp Steinþór en þú ekki vera með þetta. Alls ekki. Ég fekk að helli með Money Sim þar. Já, það var reyndar rosalegt að sjá okkur saman. Hvað gaman að helli með Money Sim. Ég held ég hafi aldrei verið eitthvað svona já, nú ætla ég að vera, ég er bara þetta er ekki vesen. Þú ert ekki svona mikil öfgamaður. Þú stjórnar áfenginu og drekkir þessi. Já, ég er ekki að drekka. En því miður er 4-3 fyrir Ríkard. Hefur þú tapað miklum fjárhæðum í gambling? Ég meina, hvað talar þegar þú talar miklar fjárhæðir? Erum við að tala þá 100 áskall? Ég myndi segja 200 áskall? Ég myndi segja yfir 100k. Já. Ég get alveg skráð það sem áluru uppæð. Það er hátt upp í leigu hjá einum almenna góm sem Erum við þá bara að tala einu sólringa? Já, þú veist svona kannski. Ég meina eða á sama staðnum kannski. Já, þú veist svona yfir. Ekki gerst fyrir mig, en svona 50-60. K niður. Það var sports gambling á það? Nei, það var casino gambling. What? Hvað er jánskotan ástu þá? Þýskaland í oktober. Gerð hvað jánskotan ástu? Blackjackborðinu? Gískaði með hverju maður var. Þú ert alltaf bara með einu manni. Casino blöð? Já. What a shocker. Og hvaða tölu var sem er í rúleitinu? Hvað svo þú varst að tapa í rúleitinu? Ég var orðin grimmur, ég var farin að vinna mikið með rautt og svart, bara 50-50 líkurnar. Og það voru ekki alveg með mér. Nú ætla ég að gefa það reitt ráð ekki. Ég er búin að fara með Ég hef þvælst með því miður Auðunni Blöndal í mörg kasínó í mörgum mismunandi löndum og ég eiginlega get ekki talið ferðirnar og ég get loðað því ég hef aldrei á ævi minni hann segist hafa unnið pening í spilavíti þú veist, einu sinni vann ég, þú veist, og bara yfir ég hef aldrei séð það, með berum öðum þannig að það er það langt síðan hann hefur einhvern veginn unnið í spilavíti. Ég get vottað það, hann vann ekki það kvöld í Þýskalandi. Nei, og yfirleitt tapar hann líka bara þannig að hann strönsar út, sko. Það verður reiður, sko. Þannig var Casino blöð til. Já. Ég elska þegar hann er búin að tapa það mikið að hann þarf að öskra á dílerinn á íslensku, sem skilur ekki orðið það sem hann segja. Nei. Og þegar hann það reiður, hann allir er hraðbanka, en við erum svona segja hann að fara ekki í hraðbankin. Þegar hraðbankin hættir að gefa hann hann fyrir að taka spilapenningana hjá hinum og segir I'm good for it. Hvað með það? Við erum að spila hérna I'm good for it, ég borgaði sérna. Svo hverfur hann. En þú veist hann má ekki drulla mikið yfir þetta því að kasínóblöð er eitt skemmtilegasti blöð fyrir utan vúrþblöð. Vúrþblöð er alltaf besti blöðin. Ég þetta kynntist honum ekki en þá var hann með síkartustöp á þjóðatíð geggjaður, svona 14 ára. Já, hann var með góða síkó þar. Langbesti blöðin, en næst besti er kasínóblöð. En sér má ég gleyma því að þó blöð sé að tapa þarna í kasínó, hann hefur efna á því og vel það. Þannig að hann er ekki að spila raskati frá sér, sko. Þannig að hann ennþá verið heim í pentosýbúðun og spólar í butta dansan, sko. Ég held að menn sem, sko, ef menn fara viljandi inn í spilavíti með bara einhverja uppæsið tíma eða og yfirleitt er það nú kannski bara einhverju þúskallar, þá er allt í lagi, menn alveg svo fer bara í bíó og gera eitthvað annað. En anskotin við getum ekki halda sér að fann í kasínó að græða. Við getum heldur ekki verið að mæla með þessu. En ég þarf að gefa þér punktsteg þá ekki. Þú hefur skitið vel í kasínó með blöð. Þetta er punkt á þig. Já, ég fæ punkt á þig. Hefur verið það æstur heima að þú hefur ekki getað beðið eftir að komast inn í Svefnherbergið og ákveða stunda eldhússamlíf? Eru það að tala upp á eldhúsborðinu? Inn í Svefnherbergið og stunda kynlífin eldhús. Hvað bull er þetta? Hefur verið það æstur að þú hefur ekki getað beðið eftir svefnherberginu og ákveða stunda eldhússamlíf og kannski verið bara inn í stofu eða eitthvað og endað inn í eldhúsi. Ég gef grænt ljós að það sé bara inn í eldhúsinu punktur. Mér er alveg saman eldhúsborðið eða
gæti ekki með sama inn í eldúsi, samlíf þar. Já, ég meina á þessum 14 árum sem ég hef verið með minni þá höfum það örugglega gerst. Punktur á Richard 5-4 Ríkharður stundu eldúsamlíf. Mitt Ég held ekki. Sko, þetta getur verið eldúsgólfið. Þetta getur verið hliðan á vaskinu. Já, fólk búin á þessu. Ég er bara að útskjöra En þetta getur líka verið upp á eldúsborðinu og það hafi gerst nýlega. Auðvitað? Já. Hvernig hefur það verið hjá þér? Ég held ég fá ekki punktana. Ég sveimi þá. Ég er að reyna að hugsa þetta. Já, ef þú fara ekki í punktana þá er 5-4 fyrir Richard, sko. Já, en eins og Rikki sagði á hann, þetta er náttúrulega, við erum báðir búin að vera með konunum okkar mjög lengi. Já, sko, orðum að það leist, þú ert punkt núna. Já, þetta er bara alveg 50-50 á mér, ég geti sagt já eða nei, ég bara veit ekki. Þú ert ekki viss, þá er hreinskilin. Hefur þú farið á bak oftar en 2 svar á sama deginu? Það er rosalega mikið klámfengið. Hvað er þetta með öfgar að gera? Ok, Ríkharð, ég er með King of Öfgar. Í hverju getur maður öfgamaður? Er það ekki bara samlífi, áfengi og spilavíti? Hvað í hverju getur öfgamaður? Já, þetta er samt tvisvar á sama degi. Og hver er næsta? Klárum þetta, næsta spurning. Já, ok, oftar en 2 svar. Næsta spurning. Það er ekkert að málega, sko, samlífi er ekkert að skamma sér fyrir. Það er allir gert það. Allir gert það. Ég meina, það er ekki auðvitað, þetta er bara mjög falleg aðtöð. 3 svar? Það er ekki 2 svar. Oftar en 2 svar, sem er svo 3 svar þá vantarlega. Allir farið, það sem allir sem að hlusta. En maður er kannski að eyða, kannski nýbyrjað með konu og maður er kannski að eyða fríi með henni. Jú, það hefur klálega gerst. Rikki, þú ert meiri kallinn. Er þetta búið? Richard, þú ert meiri kallinn. Er þetta búið? Þetta var ekkert eðlulega gott. Sko, ég held að það sé best að þetta sé bara búið. Já, ég er skamma mig og ég les síðustu 3 stundina, best að lesa það ekki. Það skiptir ekki máli. Sweet but Psycho. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að næsta dagskrárlið og það er myndiru fyrir cash. Aha. Hvað séum það í dag? Ég séum það. Það er Rikki sem ætlar að sjá þetta. En ég ætla að hryggja ykkur, það er ekki gróft. Ok, það er bara mjög jákvæmt. Ég er aðeins að koma þorranum inn í þetta. Já. Ég og Egill erum að fara þorrablót í kvöld og Steindur að fara á morgun. Við ætlum að byrja á... Ég er bara í kvöld með þeir, Richard. Það er rétt. Númer 1. Fyrir 1,5 milljón mánuð í 1 ár myndið þið borða þorramat í öll mál. Var ekki nákvæmlega þessi spurning á hana? Nei. Nei, það var bara hrútspungur. Já, hrútspungur á hverjum degi eða mennskur. Hvaða matur er þessu það? Það er pungur á það. Sviðasulta. Þú ert með hangikjöt í hvítri sem er besti matur. Já, það er mjög gott. Það er uppáhaldsmaturinn minn. Hangikjöt í hvítri. Það er good shit. Lundabakkar. Harfiskur. Síld og rúbrauð. Og eru nýru þarna og lifur og svona. Þetta er samt súrmeti. Sko málið það, þú myndir borða bara svið. Hákarl, hvalur. Já, pæli að fara í svið. Gleymdu því. Já, en þú getur farið í sviði og þið veist alveg gott að... Er það andlit og rollu það? Já. Jóla, ertu ekki til í, finnst þér ekki síld góð? Síld og rúbrauð? Nei, ekki sérstaklega, ég er bara mikið að lax. Það er lax? Nei, það er ekki? Nei. Ég get jafnlaða pung, eða ekki? Jú. En er fólk að jafnlaða, er menna að jafnlaða titlingarna? Ég er að spjóka, það er pungur að það ekki? Jú. Það er ekki, nei. Ég held að segja eitthvað minna limina að það, sko. Ég er bara, hvað er það heimskulega spurning svo heyrtir ekki það? Men það er pungur á það, sko. Já, góðu punktur. Það er bara, ég hef aldrei farið á þorrablót. Ég er að fara fyrsta skipti. Þannig að á ég bara að henda mig í djúbulauðina og smakka allt þetta þar allir kvöld. Já, sko málið það, þú færið disk, það er pottitt lamp eða naut líka þarna, líklegast lamp. Ég elska lamp. Og þú færið náttúrulega alltaf smá hangikjöt og svona. Síðan færðu þetta á diskin, þú færðir náttúrulega hákallin og færðir allt. Ég er ekki verið hákallin. Og svo bara eru þið félagarnir að drekka brennivinn og smakka þetta. Eina sem ég lakka sjá, bara ég sá Rikka dauðan út í hótni. Auðvitað, það lakkar öllum til að sjá það á miðlunum. En minna, hversu leiðilegt er að fara þorrablót og smakka ekki þorramat? Þið verða að tjekka á þessu. Ég ætla að henda mér á djúbulauðin að smakka eitthvað. Allan á pungin, ég er 100% hann. Ég fer alltaf í meira og meira. Ég hef smakkað hákall, það er ekkert eðlilega vont. Fyrsta þorrablóti sem ég fór á, þá borðaði ég svona 10% af þessu. Núna myndi ég segja að ég var bara svona 65-70% af þessu. Hefur jafnlega punga? Já. Þetta bara að keira upp í þessu. Já, sviðasultu. Hvernig er pungurinn á bragðið? Þú getur fengið hann mismunandi, sko. Það er ógeðslega bragðstert og svona, og lýsisfílingu sem hún færði ekki í, sko. Ok, hvernig myndur lýsa pungnum? Hvernig er hann líkur? Hann er ekkit,
hann bara, mér finnst það bara að vera bara svipa bragða og svo, þetta allt svolítið bara kæst einhvern megin og, en ég meina, þú veist, málega það, þetta mistlæmt, þú veist, þú ert ekki að borða mikið, þú bara smakkar og sumt fínt, það ekkert þessu gott, sko. Ekkert þessu gott? Ekki gott, en þú veist, þetta alveg doable, sko. Ég myndi segja já á þetta, ég teki þetta. Ok, fyrir 1,5 mánuði, bara þorramatur í ár. Þetta er bara besti díl sem 1,5 mánuði. Já. Það er fínt díl. Hangikjöt á hverjum degi. Já, ég meina, ég að tala þorramat. Steindi segir að hangikjöt segir Já, ok, hann þarf bara að borða hangikjöt í öll mál í 1 ár. Það er heldur vont fyrir líkamann líklegast, en þetta er góð díl hjá þér. Þetta verður ömurlegt ár, en ég tek þessu. Ok, nummer 2, fyrir 5 milljónir myndið þið búið í kúlutjald í Heiðmörk í viku nákvæmlega núna eins og veðrið er. Þetta er hvað geður ykkur það? Maður er döður. Nei, þú getur náttúrulega rettað hitara það er fólk sem býr núna úti í tjöldum, sko. Bara hérna bara Þetta er leiðileg vika og þetta er erfið vika. Hvað er fólk í tjöldum núna? Það er, ég sá þetta bara í Parísæmnu það er fólk sem býr í tjöldum. Þetta er grínast það? Það er ekkert mál. Okay. Það er ekki þessi. Ég held að Gylfi Ægis búið í tjaldi. Með Costco hittar hann? Ég er bara að tala um kúlutjald, sko. Kúlutjald, já, ok, það er þetta stærri tjöld, en kúlutjald í viku. Fyrir hvað 5 milljónir. Engreðsla. Í viku? Ekkert mál, viku. Þetta er geggju vikulaun, sko. 5 milljónir á viku. Já, Riki, þetta er bara no-brainer. Þetta er ekkert mál. No-brainer, 10 stiga frostein. Þetta er rosalega þreytt vika. Þú var náttúrulega með Primus og það væri stemning í þessu. Það væri teppi. Úr teitt. Mætti að vera með iPad-ina? Já, hann frýs ekki. Geti hort á þættið og hvað? Já, ég myndi ekki mæla með því. Þú getur svo ekki hlaðið, en hún mátt ekki fara. Við getum við svona rafleðsleiki, svona mobile. Talandu þetta, þú veist hver, við þekkjum náttúrulega Ásgeir Orra í Stop It Go. Veit eitthvað, hann tók stundum upp á því að gera. Það er eitthvað sem ég reyndar eftir að pröfa. Mér langar að pröfa, en ég skítrættu við það. Þá fór hann í tjald, einhvers, þú veist, aðeins út fyrir bæinn og horfði á hryllingsmynd miðjanótt sem gerist í einhverju svipuðu situationi. Hann var að horfa á það. Hvort hann hafi ekki bara verið einn. Fór hann bara, eða hvort hann hafi verið með einhverju félagi. Fór hann bara eitthvað hérna sveit einn og horfði á hryllingsmynd í iPad-inum. Já, hryllingsmynd sem gerist, skilurðu, í einhverju svipuðum feeling. Getur mögulegt að senda Ásgeir við myndi sálfræðings. Já, menn þú getur ímyndaði bara, þú veist, bara datorum þetta bara ein vindkviða, því þú veist alltaf eins og þetta heyri ykkur það er óþægild að gista í tjaldi og þú veist eitthvað á nálum, sko. Að ræða þetta. Þetta er mjög sérstætt. Ég ætla að gera þetta. Það gerir það? Já, ég er til að prófa þetta. Gilsari? Hvað var dílinn? 5 milljónir í viku í 10 stiga frost og snjó. Svo reyður alltaf. Það er ekki brjála. Já, þú horfði að mér séu að vera ekki leið með mér. Mér finnst það bara skítlegt til að segja já. Já, þetta er ofgóð vikulaun. Ég með það bara kallt í viku. Ég myndi bara taka viku bara fyrir miklu minni penning, bara nokkra 100 kalla, sko. Þetta er góða samningur. Ára síðasta, fyrir 50 milljónir króna í einn greiðslu myndi vera sköllóttir það sem eftir er. 50 milljónir? Já. Sko við verðum alltaf einhver tíman. Já, ok. Er það samt? Ekki endilega? Ég veit að ekki, flesti kall með verða einhver tíman. Þú getur fengið hreiður. Já, þú getur bara farið í meðferð. Ég ætla líka vinum sem bara fóru og letur bara implant á sig hár, ekki þókir. Er til dæmis núna, erfist nú alltaf í móðurættið, ekki? Er pappi mömmuðinar, var hann sköllóttur? Hann var með þykkt hár. Já, þá varst þú ekkert í miklu vesinni, sko. Nei, allan var hann með þykkt hár. Mjög fælt hár. Sama með minn, sko. Hann var nú kannski ekki, jú, hann var svona þykkt hár, held ég. En sko, skanna hvít. Málið er ekki, það er ekkert sem ég elska meira en að röltin á salinni í sporthúsinu með rauðu gíldólluna mína og dúllemur í hárinu á mér í svona millikúna. Ég hugsa bara, ok, það er að koma kundi 7 mínútur og dúllaði mér aðeins. Það er hérna salinni og dúllaði mér með hárið á mér. Ég gæti það ekki að vera bold piece of shit. Það var vesen, það var erfitt. Og 50 milljónir, sko, og taka þetta af mér, það er miður að segja nei. Já,
Málið það, nú er alltaf margir sköllóttir að hlusta. Það fer mjög mörgum vel að vera sköllóttir. Eins og til dæmis núna var John Travolta. Við vorum að tala um hann fyrir þetta. Það fer honum mjög vel. Hann allt í hennu var að stíga fram í fyrsta skipti án þess að vera með hárkollu og fór hennu mjög vel. Ég bara aldrei séð hann jafn bara eila flottan, þú veist. Og ég hef nú sagt það. Blöð var ógæsluð með hár. Ég hef nú sagt það ofta á þér að Blöð var hálf viðbjörnsluð með hár, sko. Það var svona hálf astnalegur einhvern veginn. Og mér finnst að fara hennu betur að vera sköllóttur. En svo er líka til náttúrulega ákveðni menn sem kannski það bara fer ekkert vel. Ég get alveg trúið því að við værum kannski einar af þeim, sko. Menna, hvernig höfulega ég veit ekki, bara með hvað seldi Málið er það, ég er náttúrulega ég er með mjög mikið ADHD sem krakki og ég var alltaf að koma heim með gat á hausnum, alltaf og ég er örugglega, ef ég myndi taka allt, ef ég myndi skafa mig núna, ég er örugglega bara, þú veist, með svona 18 ör á hausnum, sko. Ég var alltaf með gat á hausnum, eða búmmer á ekki hausinn, eða ég datt á hausinn, eða steg á nagla og ég var þar, sko. Það með að þú ætlar ekki að taka þessu. Þannig að ég hugsa ég hendi nei á það. Gull léttur og meistaramánuður Íslandsbanka kynna. Hlustendavelunin 2019. Í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Háskóla Bíói. Flottasta tónlistapartí ársins, laugardagskvöldið 2. febrúar. Framkoma, Jói P. og Króli. Bríett, Unmezer, Herra Hnetusmjör og Huginn. Dagur Sigursson, Jón Jónsson, Stjórnin, Auður. Við bjóðum hlustendum okkar sæti í salnum. Fylgstu með og vert í sambandi. Hlustendavelunin 2019. Bylgjan, FM 957 og X977. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór. Léttöl. Náðu þínum markmiðum hver sem þau eru og taktu þátt í meistaramánuði Íslandsbanka í febrúar. Íslandsbanki. Hver eldar í kvöld? Nings. Vélrás, véla og bifreiðarverkstæði. Öflugur bakkjarl við ferðaþjónustu og verktaka. Vélrás, Álhellu 4. Vélrás.is. Stundum koma dagar þegar manni finnst maður bara eiga eitthvað gott skilið. Fjandinn hafið það. Þið rekkið þetta. Grillhúsið verðlaunaði þig. Liturinn á himninum akkurat núna. Fær hann ekki vel á veggnum í stofunni? Slippfélagið. Við hefum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Brönns hlaðborð. Allar helgar í Spýrinni Garðheimum. Það var rosalega sterk lykt af amfetamíninu. Mánudag á Stöð 2. Mér langaði bara að það hefði ekki gerst. Einstakir þættir þar sem fjallað einstaklinga úr íslenskum veruleika sem flækst hafi í skuggavef alþjóðulegs eiturlyfjasmygls. Við vorum með 300 og eitthvað ecstasy-töflur og við tók bara algjört helvíti. Burðardýr. Ný þáttaröð. Mánudag á Stöð 2. Nýtt Kvistnós tilboð. Stór bátur að eiginvali og halvu lítra af Pepsi á aðeins 1090 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Síðustu dagar útsölunar í A4. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. A4. Stattu við áramóta heitið. Hugsaðu heilsuna og ríðu þig í gang. XO Smáralind og Hringbraut. Ekki líklega besti hotli skyndibitin á Íslandi, heldur örugglega sá allra besti. Vertu töff. XO. Frábær mánaðartilboð í Æsland. Í janúar færðu meðal annars sómasamloku og gos frá Ölgerinni á aðeins 499 krónur. Eða sómalangloku ásamt gosi frá Ölgerinni á aðeins 599 krónur. Æsland, opið allan sólarhringinn. El Matador. Hægældað nautakjöt, pönnustektur laukur, piknik og pipar majónes. American Style. American Style. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. FM 957. Það held ég, þér að hlusta á FM 95 blöð á FM 957. Það kom ykkur kjallaði fyrir það. Klukkan að vera 5:30 og það er komið að dagskrárlið sem að Steinþór sér um og heitir Brothers. Stráka, ég var að muna það að ég er, að þið vorum að tala um að ég væri gamer á hann og hrista sig mikið, gamer að hrista sig mikið. Já, það er náttúrulega ekki beint tenging. Það er ekki eðlilega finnast í svona þætti. Já, það er endar, það var heldur gott. En þú ert náttúrulega gamer. Ég er gamer og ég er að fara að keppa í Fortnite á sunnudaginn í Laugardalshöll.
Það er rosa, er það bara gert til að trolla þig eða? Þú veist, þú ert mjög lélugur. Málið, ég er ekkit það lélugur eiginlega. Málið það er sko, það er viðbörður í höllinni sem er, ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé fyrsta, ég veit nú ekki allt, ekki nóg mikið með það, en ég held að þetta er raf íþróttamót. Eins og ég sagði daginn, ég er raf íþróttamaður. Þetta er íþróttamót í tölvuleikjum. Blösa að vera raf aumingi. Já, ég veit það er bara algjör skellur. En þetta er raf íþróttamót og það er verið að keppa. Og getur þau unnið eitthvað? Já, basically eru bestu gæjarnir í tölvuleikjum að fara að keppa í höllinni. Bara bestu gæjarnir, þetta eru PC gæjar. Kempur þú á mótið þeim? Þetta eru gæjar sem eru að hrista sig daglega sko. Alveg mjög mikið sko, og eru að spila mjög hart. En ég er að fara að taka þátt í svona off-venue á þessu og ég er að fara að keppa í Fortnite á móti Gunnar Nelsinni. Ég, Gunnar Nels, Herra Hnetusmjör og Donna Cruz, við erum 4 að fara að spila Fortnite. Þetta allt Fortnite players? Já, þetta er allt Fortnite spilarar og ég er að fara að spila mótið þeim og ég held alveg örugglega við séum með einn professional með okkur. Þetta eru 2 og 2, þannig að það er allir með einn professional með sér líka. Hvert var þú með? Ég veit ekki, ég er að vona að ég fá okkur geggjaðan sko. Þannig að ég er með taktík, ég veit hvernig ég ætla að vinna þetta. Og hvernig er þetta helgina ekki? Þetta er bara sunnudag. Einu gallin, ég er að fara að Þorrablót afturöldingar löðinum morgun. Og þetta mæta klukkan 10 morgun í þetta? 10 morgun, ég er að fara að spila bara hálf 11. Já, ef það er einhver hlusta sem sér þetta mót, Steinþór mætir ekki. Já, ég mæti reiðgaður. Mætir aldrei? Það er að besta sem ég gerir, þegar ég er að stríma og svona, þá er ég oft bara svona hálf reiðgaður. Þú verður að mæta beint. Já, ég heim og leggur þig, þá ert aldrei að mæta það sko. Málega, ég er að spila samt, ég er að spila til 3 daginn. Þetta eru 4-5 tíma sem ég spila. Þú verður bara að fara beint í miður. Já, en ég ætla að hvetja alla Fortnite spila til að koma og peppa með þarna því ég þarf þess, ég veit að Gunnar Nels er geggjaður, ég spila mikið með honum, hann er geggjaður. Ef einhver þarf stöðning, þá er Steinþór hann sko. Ég ætla bara að fela mér nóg mikið í runnum og ég teki þetta. Það er komið að Brothers. Það er komið að Brothers from Another Mother. Málið það strákar, Brothers from Another Mother, þið þurfa að vera hreinskilnir, það er það sem þessi dagskrálegu stendur fyrir og hversu vel þekkist þig, ég veit þið þekkist vel, en hversu vel það kemur í ljós núna. Þá þetta eru 3 spurningar og ég ætla að byrja þér. Lýstu drauma bóndadegi hjá Rikka K. Við skulum byrja hann bara frá því að hann vaknar og hann til að fyrir að sofa. Hvernig ég myndi halda drauma bóndadagur? Já, ég myndi halda það að Ríkar fer allir vinnuna, ég finn í mig 7 og stendur sér frábælega hérna. Eins og alltaf. Stjórnar sér stöð og stendur sér mjög vel í því veist mér. Hann skellir sér svo í jakkafötin hérna áður hann að fer heim og tekur með sér skjálatöskuna og sest upp í bíl og brunnar heim. Þetta er með jakkaföt og skjálatöska sér. Já, veist alveg hvað hann er að fara. Og bankar heima á sér. Og Valdís kemur til dyra og hún segir í hverju ertu drengur? Og þá segir Ríkard daginn frá hvern, síðan æðir hann inn og ráar íbúðina og hérna skoðar og fer inn í Svendarbyggi, skoðar söm og labbóta svalir og síðan fer hann í eld og svo síðan gerir hann niður sig. Hann er að veðsetja það? Já, ég meina hann verðleggja, class clown, ekki veðsetja. Ekki eðilega þetta fyrir Ríkard sko. En byrju, ertu að tala hann er að verðleggja íbúðina því að hann er í hlutverki þarna einhverju... Já, ég meina, má ég lýsa sem ég held að sé góður bóndadagur fyrir Rikka? Síðan síðan fer hann í eldhús og hann stundar hann samlíf þar og síðan fara hann sér steik og rauðvín og eftir það stundar hann samlíf inn í sófa aftur yfir gólfinu og síðan leggur hann sig. Þetta er svona sem ég myndi, er ekki nokkuð góður dagur, ekki það? Jú, frábær, aðeinstöðu dagur. Ég held að Gilsarinn drauma bóndadagur, hann vaknar 5:30 komin í sporthúsið. Það er spurning 2, þú ætti að lýsa hans. Já, ég held að Egill vakni 5:30 fyrir sporthúsið, mælir hlunga eins og mig. Svo gela sér svona 3-4 sem við daginn í sporthúsinu með rauðu geldóllunni sinni. Það er uppáldið mitt. Klára rakspíraglass á sama deginum, fer síðan heim til sín, opnar skúffuna, fer í 500 svona pottasetti sitt, síður einhverja mjög svo óspennandi kjúklingabringu og segir svo við konuna jafl takk. Jésús almáttu, það er hljóma ræðilega. Það er geggjaður bóndadagur, ekki? Hefur strákað, þá er það Gél þrisvar og sko málið það, með 3. spurninguna ég ætla að spyrja ykkur báða að sömu spurningu og ég veit að við erum komin yfir á tíma, Riki, þetta verður bara snöggsvör en ég þarf að fá svar frá báðum. Lýsið stöðunni á hvor öðrum á Þorrablóti Kópavogs í kvöld
klukkan svona 9:30, 21, kannski 25. Frekar snemma, já, bara frekar snemma, bara til svona 3,5 klukkutíma, eitthvað svo leiðis. Við byrjum kannski á þér, Rikki, hvernig er staðan á Agli þarna, já, svona 9:30 kvöld og ætli verði ekki bara gaman eða? Ég held að Gilsarinn verði bara vel í glasi. Já, þetta er bara hreinskili svo. Já, vel í glasi. Vel í glasi, hress og kátur, hlæjandi mikið og er svona með president-dolluna svona alltaf í hendinni. Já. Svona fá sér hún á milli og... Já, bara hress. Það væri veistla. Svo dettur hún í meiri gír og finnst gæðin upp á sviðkinu og finnir að mann hendir sér upp á svið og tekur smá stand-up. Það vona ekki. En þetta finnst mér vera rosalega góð spá. Egil, ég ætla að spyrja það saman, lýstu stöðunni á Rikka svona kringum 9:30 kvöld? Sko, ég er búin að jamma með Rikka mjög oft. Ég elska að jamma með honum. Við erum með Tenerife-brósar, sko. Já. Við erum Tenerife-brósar. Já, þeir eru algjörir brósar. En ég veit alveg hvernig Rikki er eftir að við byrjum að söta klukkan 6, eins og planið er núna bara, við byrjum með 26 mínútur. Það er pre-party, bara strax eftir þátt. Og hérna, ég veit alveg hvernig það komið í minn mann eftir 3,5 tíma drykju. Sko ég held að á þessum tímabóndi 9:30 kvöld sé verið að draga Rikka. Já. Ég var að reyna að vera næs. Nei, sko ég er ekki alveg. Nú var ég að reyna að vera góður við þig til þess að þú myndir setja eitthvað á móti. Má ég vera hreinskilinn? Ég bara segja. Nei, ég veit hreinskilinn. Ég bara segja, það er verið að draga hann meðfram teppinu og það er búið að draga það mikið að svona hálfpart er búin að girða niður hann einhvern veginn og þetta er komið svona bruna fara á mjólbakið. Þetta er frábært. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Kraft Burger Kitchen. Alvöru hambúrgarar, alvöru gæði. Kraft Burger Kitchen, Nýbýlavegi. Það er íshellir í Reykjavík. Hann er búinn til úr 350 tonum af snjó, hann er 100 metrar langur og inn í honum er 10 gráðu frost. Í honum er jökulsprunga og aska úr Eyjafjallajökli. Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna. Perlan, undur íslenskrar náttúru. Leynist draumafríð í vildarpunktunum þínum? Kannaðu stöðuna og þú getur verið komið með annan fótinn út í heim. Icelandair. Hvað er í matinn? Nings. Ef þú lokar augunum núna, sérðu ekki örugglega litin á stofuveggjunum á æsku heimilinu þínu. Vissi það. Komdu og við hjálpum þér að finna. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Gott fólk drekkur góðan bjór. 20 handverksbjórar á krana. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Stöð 2 Sport verður í beinni frá Liverpool á miðvikudag. Þegar Claude Puel og hans menn mæta á Anfield. Liverpool, Leicester, 1950. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Eins og Hunter S. Thompson sagði, gott fólk drekkur góðan bjór. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Are you ready? You can't beat the beast! He's like... Disney kynnir nýjustu mynd leikstjórans M. Night Shyamalan, Glass. Mögnu mynd með þeim James McAvoy, Bruce Willis og Samuel L. Jackson. Beint framhald af myndunum Unbreakable og Split. Glass, komin í bíó. Í fyrsta þætti í glænýrri þáttaröð af land allt heimsækir Kristján Már Unnarsson Árneshreppi á Ströndum. Það lokaður vegur hérna sem er hvergi annars staðar. Þessi fallega sveit á í hættu að fara í eyði. Það væri bara ægilegt áfall fyrir Ísland. Land allt. Fyrsti þáttur mánudaginn 4. febrúar á Stöð 2. Tryður áskrift á stöð2.is. Ertu í grendinni? Nings. Í tilefni bóndadagsins fengum við á Skelfismarkanum Jimmy Hult, brand ambassador Bombay Sapphire sem gestabarþjón til að fullkona bóndadagsstemminguna. Bæði hægt að panta borð í mat eða detta í okkar notalegu sirkus setustofun okkar í drykki þar sem DJ mun sjá tónlistina. Happy hour milli 10 og 1. Skelfismarkaðarinn. Kókomattrúmin eru öll náttúruleg frá botni til yfirdínu. Fyndu munin. Heimili og hugmyndir. Finnst makanuðinum best í heimi að kúra heima og horfa á sjónvarpið? Borð fyrir eitt í kvöld?
Bastard, Brúpub og matur. Hvaða dýr hefur mestu ofurkraftana? Bessadýrið er hargerasta lífvera jarðar og býr í íslenskum jöklum. Bessadýrið er hluti af sýningunni Undur íslenskrar náttúru í Perlunni. Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna. Perlan, Undur íslenskrar náttúru. Frí áfylling á kókið. American style. Stöð 2 Sport verður í beinni frá Liverpool á miðvikudag. Þegar Claude Puel og hans menn mæta á Anfield. Liverpool, Leicester, 1950. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Tóborg Létt. Hér á föstudegi, bóndadeginum sjálfum. Ég ætla að vona að dömurnar sé að dekra við herrana sína. Egill, að því að það er bóndadagur, þá er svona smá pók í mér. Ég ætla að henda þér í smá. Ég ætla að gefa Steinda smá pása því að hann þurfti þetta að fara í mjög svo óþægilegt kaffihúsarsimtalaðan. Þannig ég ætla að leyfa þér aðeins að þjást. Hvernig líst þér á það? Ég var til að láta Steinþór þjást frekar. Nei, Steinþór er búinn að þjást en það er komið að þér að þjást. Nei. Jú. Ok, sko, akkur varum ekki við Class Clown? Af því að þú ert með þitt spurt og svarað. Já, það er fólk sem sendir í spurningar. Það sendir ekkert í spurningar. Ég segi bara velkomin í þessa hellhole sem þú hendur okkur átt í. Ok, hvað er ég að fara að gera? Ég er reiður allir. Ég skal segja þér, Egill, þú ert að fara að hringja á saumastofu. Þetta er bara eðlilegt símtal. Þú bara spyrðum hvort það sé þetta verður eðlilegt símtal. Þú veist, þú ert að reyna að hafa þetta eins eðlilegt og hægt er. Þú ert bara að spyrja, gerið þið við buxur eða eru þið með tölur í skyrtur eða eitthvað. En í hvert skipti sem þú segir já eitthvað, þá hendur inn svona frægri kvikmyndalínu. Ói. Bara, ég er búin að velja 5 kvikmyndalínur sem þú ert að læða inn í símtalið. Ég er strax hann að svitna á bakinu sko, bara fyrir hans hönd. Læða þeim inn í símtalið, ok. Hvaða línur er það, kæri Ríkard? Við byrjum á Con Air. Put the bunny back in the bed. Þetta geggjulína, það verður hósaði fyrir það. Þetta er náttúrulega bara besta lína í kvikmyndabransanum. Ég get komið hennin. Já, svo tekur þið Tom Hanks úr Forrest Gump. Life is like a box of chocolate. Og bara ok. Og ég bara veist það. Ekki segja þetta eins og Rikki var að segja. Svo bara svo Forrest Gump bara mættur í stúdíu. Það er bara nákvæmlega eins. Herru, svo tekur þið þetta Die Hard. Yippee-ki-yay, motherfucker. Og númer 1, 2 og 3, þú ert að hafa smá þögn á milli. Þú voru að segja línuna og býða sér. Það verður óþægilegt, já. Já, að sjálfsögðu. Já, frábært. You ain't sending me to the cooler. Arnold Schwarzenegger og Batman og Robin. Hættu að leika þessar línur ekki. Ok, Rikki er ykkur besti eftir að maður sé heitt í þessu. Þetta er rosalegt. Sóli Hólm allt niður. Og svo Activist Maguire Mies úr Ace Ventura. Ertu klárið í þetta? Ace Ventura 2. Ég er búin að senda línu þar. Activist Maguire Mies. Shit, Rikki. Ertu klárið í þetta? Nei, af öllu þessu kjaftaði sem þú hendur öðvingjarnum í. Jæja, ljúkum þessu af, þessu helvíti. Breytt og bætt sumarstofa, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég ætlaði að aðsúga hvort að getið þið gert við gat og skýrtum? Hvernig Já, yfirleitt já. Activist Þannig það er alltaf best hjá okkur sko að sjá. En ég efast að það verði eitthvað vandamál sko. En hérna, ef svo óhefnilega vilt til að vanti tölu á skýrtuna, er ekki það fræðilegur? Hvernig er staðan á því? Já, við getum alveg sett tölu á skýrtu sko. Hérna, er aukatalan á henni ennþá eða þyrfti að skipta allar? The bunny back in the box. Hvað segirðu? Er þið með úrval af tölum bara hjá ykkur eða? Já, en veist, það er alltaf bara, maður getur alltaf lofa að það sé eitthvað eins og eitthvað annað sko. Já. Life is like a box of chocolates. Jú, það er vist þetta. En svo líka hægt að koma með, þú veist, ef þú finnur einhverja fallegar eða eitthvað sem hægt er að setja í fyrir þig. En ef svo ólíklega vill til, ég sé með gallabuxur með gati á, erum við með laust þar eða? Komin er laust? Eða gat og gallabuxum, er þetta að vinna eitthvað með það eða hvernig? Já, við lögum oft hannig. Það er alveg hægt, sko. You ain't sending me to the cooler. Nei. En
Ok, sko, ég er með jakkaföt líka. Ég er smá vesinni með þessi jakkaföt. Eða gat á jakkafötum, það er vesin, það ekki? Það er vesen, jú. Hvar er gati? Er það einhvers staðar við saum? Eða bara svona... Put. Á efninu? The bunny back in the box. Hvar er gat, segirðu? Það er hérna, ég er með vöðum ekki læri og þetta er hérna svona upp hérna öðru megin ofalega á lærinu. Já. Yippee-ki-yay, motherfucker. Og viltu láta laga við, eða laga það? Það væri frábært. Já. Það væri... Ég held að væri bara að koma með þetta niður til okkar, sko, svo við getum skoða hvað er hægt að gera. Activist Maguire must be one of those activist yes. Er eitthvað fleira sem ég get gert handa þér? Á ekki bara að rúlla á ykkur? Endilega, gerðu það. Life is like a box of chocolates. Of chocolate, einmitt. Ok. Já, takk fyrir mig. Já, takk sem leðis. Bless. Ég get lofa þér, þetta er síðasta skipti. Þetta er í síðasta skipti sem vöðu ekki fyrir hennan dagskrá. Ok, mér er aldrei líka nýtt lag. Þetta er eitt sem það mála hrein núna. Þú var að maður sama félag. Ég er ekki að fara hennan dagskrálið aftur. Þetta er sennilega ég svitna og ég var ekki að tala. Já, hörru, fannst þér þetta óþægilegt? Þú að tala? Sastan svo trúðu, skellur það þetta. Ok, þetta var í fyrsta og síðasta skipti sem við förum í kvikmyndasetningarna með Richard. Þetta var stórkostlega. Kallar nú sig hér á samt Jax Jones. Þú ert að hlusta á FM 95 Blue og það er svona nokkurn veginn komið að lokum hjá okkur strákunum í dag. Hvernig er helgin, Reykjís? Það er hættulegt hvað tíminn líður hratt. Við eigum að vera með 4 tíma þætti. Ég myndi ekki mótmæla því. Það er bara skemmtilega fyrir mig að hlusta. Það væri erfitt samt að töða í 4 klukkutíma, sko. Við gætum það samt auðvitað. Gætum það þetta. Ef ykkur getur töðað í 4 tíma fyrir utan þig, þá eru þetta blöð. Blöð geti alveg töðað í 4 tíma. Dældu bara í mig koffinni og eittu rauðvinsglas. Ég get töðað í 60 tíma. Ég geti verið til sólarhringsstrákar. Herru, hérna, eins og flesti vita, þá eru þetta bóndadagur í dag og það er mikið að þorrablótum í kvöldstrákar og ef við ekki orðað þannig að sko Reykjavík á morgun, það verður væntanlega lágskýjað hjá mörgum. Já, sko þið að fara á þorrablót í kvöld. Já, þorrablót Kópós. Og ég að fara á þorrablót afturheldingar á morgun. Þetta verður svaðalega helgi, þetta er hægt. Hvort allt séu fleiri fyllibætur og þorrablót Kópós að þorrablót afturheldingar. Sko málið er að ég held að séu í rauninni, sko ég held að séu ykkur 700 manns hérna í Mosó. Þið ykkar er vantilega stærra en ég held að séu meiri fyllibætur út frá. Við erum í kórnum sko, því að bíbmasín var í kórnum. Hvað er þú? Ertu inn í ykkur handboltahöllu? Já, við erum inn í handboltahöllinni en málið er að þú veist, við erum að tala að búa sko, það eru gæjar sem eru búin að vera núna bara undir feld á kojufyllir í mörg ár sko. Þeir stíga bara fram á þessum degi sko. Við erum með nokkra svoleiðis að þau frá. Það er svakalegt sko. Sko ég, eins og komið fram hérna hjá okkur félagunum þetta, ég hef ekki farið á þorrablót áður. Nei. Og fyrir 49 ára gamla mann er það heldur lél. Hefur aldrei farið á þorrablót? Ekki heldur, ég hef aldrei farið. Sko strákar, þið vitið það, þið mætið á þorrablót. Þetta er stemningin, sko þið náttúrulega farið vandalega í eitthvað fyrirpartí. Hvað er fyrirpartíð? Já, Richard. Það er heimið á þér ekki, þvílíkur höfðingi sem þú ert. Ok, það verður náttúrulega veisla. Síðan þið mætið, það tekið á móti ykkur með brennivínstaupi. Ég er ekki stríð, það fyrsta sem þú gerir þú labbarni inn. Mér er ekki áttu það, nei, það er yfirleitt brennivín eða vodkastöp. Það er tekið á móti ykkur með því. Er það 2 valmöguleikar? Brennivín eða vodkastöp? Það er yfirleitt þannig allavega frá. Þetta er stemningin. Það er samt í Mosó sko. Já, það er bara að vera að slá stemningunum strax þannig. Þetta er tónn. Þannig að menn eru byrjar að æla og eru fullir og reiðir bara upp á svona 8-9. Já, við getum orðað þannig að þið ert búin að vera þarna í svona 2-3 tíma. Það er ekki, ballið er ekki byrjað neitt. Það er ennþá bara prógram. Þá lítur á klukkuna og þú heldur að hún sé orðin svona 3-4 nóttina en hún er svona 9:30-10.
Og þá var strax verið að draga ykkur fyllibött úr salunum. Já. Það er því líka veistlega sko. Það er verið að draga menn hægri vinstur út úr þessum sölum. En FM 95 blöð verður ekki lengri eða sinni. Við ætlum að kveðja strákanir. Þátturinn í heilsinni kemur á vísi.is núna mjög fljótlega strákar. Ég segi góða helgi. Já, sömuleiðis og viljið ekki bara byrja að afsaka hægður eitthvað fyrirfram. Ég hlakka til að mæta þinn í pre-party eftir 7 mínútur, Richard. Já, sömuleiðis. Og Steinþór, heltu vel í það á morgun. Ég ætla að fylgjast með ykkur á samfélagsmiðlunum. Þú er kóngurinn í Mosó, það er enginn að fá gýr hann, sko. Nei, ég er náttúrulega... Þú ert kóngurinn hann? Já, ég segi það nú ekki, en ég mun allt ykkur í... Ok, hver er kóngurinn í Mosó? Kóngurinn í Mosó? Dóri Diana. Nei, sko, Dóri er alltaf fluttur Mosó. Dóri, hann er nú heim í 101, sko. Það er breytt kóngur í Mosó með alveg saman hvað það reyna Maldi Móin, Steinþór, það er Steinþór Hróar, hann er kóngurinn í Mosó. I'll take it, sko. Takk hérlega fyrir okkur og eigi góða helgi. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Topp tónlist. FM 957. Kaldur klaki í smá drikk. Drip, drip, drip. Þessa gælu vilja sip. Sip, sip, sip. Alveg saman shit er bit. Shit, shit, shit.